Hjálmtýr hafði mjög fallega tenorrödd og Magga söng allt og þau höfðu nú kynnst held ég í kirkjukór og þau höfðu svona algjörlega náttúrulegir söngvarar bæði tvö. Það er nú eitthvað lært náttúrulega en það þýddi ekkert mikið að vera fikta í ítölskunni eða eitthvað svoleiðis sko, þetta var bara gert eftir sínu nefi og algjörlega frá hjartanu og þau sungu mjög fallega saman, alveg einstaklega vel. Þau voru bæði náttúrulega í söngnámi, pabbi fór fyrst til Sigurðar Birkis, síðan verður hann einn af fyrstu nemendum Sigurðar Demets og svo stóð náttúrulega til að hann færi út til Ítalíu og það var búið að veita honum styrki og hann átti að fara í alvöru söngnám til Ítalíu. En þá gekk móðir mín með mig í maganum, þannig að ég svona örlega á aldurinn að það var ekki farið. Þegar ég fer svona út í þetta í alvöru, þá var náttúrulega, ég var kvöttið á þann, það var líka ansi kröfuharðar athugasemdir sem ég fekk. Já, víst það. Já, þannig að lengi fram að eftir að ég byrjaði söngnáminu að þá þorði ég aldrei að æfa mig heima. Stundum var þessu öfugt farið. Eftir að Diddú fór að læra klassískan söng, átti hún það til að veita foreldrum sínum tilsögn í sönglistinni. Þar var ekkið farið að kenna hænunni. Jæja, hvernig kom þetta út hjá okkur? Þetta var fínt, var þetta ekki allt í lagi? Flott. Já, sko það er eitt bara. Ég finnst þið mætti taka aðeins betur utan um orðin, hafa þau skýrari. Já. Af því að það kemur miklu fallegri út og í anda lagsins. Það voru allt aðrar svona væntingar til mín eftir að ég fór að læra klassískan söng. Hvað varstu komin þá? Þegar ég ég var 25 ára þegar ég byrjaði í klassíkinni. Já, hann hafði náttúrulega starfað við svona dagamúsík í nokkuð mörg ár. En af hverju? Ég meina, af hverju ekki bara halda fram í poppinu? Já, það var nú stóra spurningin og það var mjög miklar umræður það hvort að ég væri að stíga rétt skref og ég man að margir eru sárir sko að ég væri að yfirgefa poppheiminn og fannst þetta algjör fyrra að ég væri að fara að læra skemma röddina að fara út í klassík. Og hins vegar voru það klassíkararnir að segja að þú getur aldrei orðið sönguna. Þess að poppi búið að spilla þér og eyðileggja fyrir lífstíð. Hún var búin að ætla sér þetta þegar ég man að þetta var eitthvað sem að hún var búin að tala um. Þetta var ekkert sem að var ákveðið á einum degi. Og við náttúrulega eyddum svo miklum tíma saman, þessi hópur spilverk þjóðanna. Það hálfa hefði verið nóg í sjálfu sér. Og það að Diddu náttúrulega við þekktum hennar rödd. Hún átti mjög auðvelt með að leika sér svona með óperu stíl og gerði það glæsilega en okkur kannski þótt hún alveg nóg góð þó að hún þurfti ekki að fara að læra því að það voru margir sem sögðu það og hvað ætlar hún að fara að læra? Hún kann þetta allt. Þegar ég að syngja sígilda músík þá hún náttúrulega svona niður njörfaðri, hún skrifuð ákveðin hátt og það svona svolítið ætlast til þess að maður flytja hana ákveðin hátt. En ég hef nú alltaf leyft mér að vera svolítið frjálsleg í flutningi. Og það bara hluti af þessum, hvernig ég byrjaði, hvernig ég kom að söngnum og hvernig ég byrjaði að tjá mig í söng. Hennar músíktalent svo mikið þetta að spinna eða sem sagt ratta eða bara koma inn í maður heyri það á spilarsplötunum. Það alveg, ég hef alltaf jafn gaman af að heyra það.
í mínum huga þá náttúrulega Diddú sem söngkona, hún svo ótrúlega músíkölsk. Og ég man, eina mjög góða minningu, þetta var á þeim árum sem sagt, þegar við vorum í spilverkinu, þá var hlusta á plötur, platan var sett á, svo hlustuðu menn bara í gegn og þögðu á meðan. Og ég man eftir að við vorum sem sagt í íbúð sem ég leigði í Barmahlíðinni og við vorum þarna, sem sagt ég og Diddú allavega, og ég man ekki hvort það voru einhverjum fleiri, og Diddú var að teikna, hún gífurlega góður teiknari og hefði alveg getað lagt það fyrir sig ef henni hefði sýnst það. Og hún að syngja, sem sagt, og að svona syngja með Beach Boys, sem var nú alltaf þótt hafa fremur vandaðar söngraddir og raddsetningar. Og ég bara get sagt þér það að hún spann þarna sína eigin línur ofan á það sem þeir voru að syngja. Og það, ef ég ætti að eiga eitthvað eitt á segulbandi, þá væri þetta örugglega, bara úr öllu lífinu, þá væri þetta á topp 5. Sigfús Einarsson samdi lagi Gígjuna sem þú ætlar að syngja. Já. Geturðu sagt okkur aðeins frá laginu og frá Sigfúsi? Já, Sigfús, hann hélt nú mikið til í Danmörku. Ég veit ekki hvort hann hafi samið þetta lag þar. En ég hann hafi samið Draumalandið þar. Hann samdi svona gullög alveg sem að... Ég ákvað að syngja Gígjuna af því að ég hef aldrei lagt í hana. Ég sagði, ég sennilega að komast á aldurna að geta ráðið við Gígjuna. Betur, hvað áttu þið með því? Mér finnst hún bara svo magna lag og hún mjög kröfuhörð, sko. Já, hvernig þá? Þetta svolítið stórt og mikið lag. Já. Og það kannski kröfur um eitthvað þroska? Ég ætli það ekki bara og ég 50 manneskjan, ég ætti nú að ráða venna núna. Þú ert komið með svona ákveðin. Þetta þroskamerki að fara að syngja Gígjuna. Svona mælikvarði á þroska söngvarans. Það Gígjan. Já. Þar byggir
Sigfús Einarsson, höfundur Gígjunar sem við vorum að heyra, var ekki bara tónskáld. Hann spilaði enn stærra hlutverk í tónlistarlífi okkar Íslendinga. Ásamt Halldóri Jónasinni gaf hann út íslenskt söngvasafn sem við höfum stundum kallað fjárlögin vegna kindana á forsíðunni. Fjárlögin urðu að hálfgerði biblíu og áttu gríðarlegan þátt í að efla heimilisöng á Íslandi. Í söngelskum fjölskyldum er þessi bók, þetta voru fyrst 2 bækur, þannig að þessar bækur, þær eru teknar fram og þarna er sungið og spilað ýmist við harmoníum eða píanó og ég veit að fjölskylda Diddúar og var svo músíkölsk og söngelsk að þar var mjög mikið sungið. Og ég er alveg viss að þetta hefur stór áhrif í þá veru að þegar maður syngur svo sjálfur eftir að hafa lært til verka, þá kemur þessi sönggleði sem fylgir mann frá barnæsku, hún kemur í gegn. Í með bæninni kemur ljósið. Aðal ástæðan fyrir því hver fjárlögin urðu vinsæl fyrst og fremst svo að söngurinn hefur fylgt Íslendingum í gegnum aldirnar. Sönghæðin hér á landi miklu eldri en hljóðfæraleikurinn og vissan hátt Diddú fulltrúi þessarar hefðar. Eins og höfum séð þá umvafði söngurinn hana í bernsku og sem söngkona hún eign allra þjóðarinnar. Hún tilheyrir ekki bara einhverjum einum geira tónlistarheimsins, klassík eða poppi. List hennar sprettur úr jarðvegi sem hefur verið frjór svo lengi, jarðvegi sem hefur getið á sér marga stórsöngura. Við áttum frábæra söngura. Já. Vistu þetta... Eins og hverju? Og það bara, þú veist, Stefán Íslandi, Guðrún og Símonar, Þuríður alveg á sínum tíma og Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson og... Það voru flotti söngur. Þetta voru svo flotti söngurar. Alla daga miti bömmu, hætti ég til gnæðir Guð. Og María Markana, hún ein af okkar frábæru söngunum. Þekktir allt þetta fólk? Ég kynntist því, þau komu nefnilega, þetta fólk var eitthvað svo áhugasamt og kom á tónleika og þeim að vera að syngja í óperun og var eitthvað svo uppörvandi og þau voru svo glöð með hvernig þetta gengi allt, sko. Og já, þannig að ég kynntist þeim svoleiðis. Okkar eldri söngvarar, þeir auðvitað lyftu grettistaki. Bara það að fara til náms var náttúrulega alveg stórkostlegt. Svo koma þeir hingað og syngja fyrir okkur allt frá litlum lögum til stóra óperuhlutverka og menn höfðu á þeim tíma í raun og veru 2 möguleika til þess að syngja sig inn í hjörtu þjóðarinnar. Annars vegar var útvarpið og að því búum við auðvitað enn. Síðan kom sjónvarpið og gerði mjög góða hluti á fyrstu árum síðan varðandi íslenskan söng. En svo var hitt, það var að það tíðkaðist að fara út á land og halda söngskemmtanir. Gott kvöld. Já, við ætlum að syngja hérna lag. Vissi það? Allt í lagi. Ég var nefnilega að syngja skemmtinn hjá Kattavínafélaginu. Já. Þannig að... Við ætlum að syngja saman hérna duett. Hvað heitir hann? Kattadótin. Já. Kattadúetin. Eftir nei. Rassín! Ha? Rassín! Rassíni. Byrjaðu vanni mín. Fólk sem mikið í sviðsljósinu oft með ákveðna grímu, ákveðin persónleika sem ekkert endilega svo manneski sem að vinir viðkomandi þekkja. Ég meina, ert þú með grímu? Nei. Þinn persónleiki hluti af söngnum? Algjörlega, ég held það. Og þetta sko eins og margir tala okkur systkin sko sem erum bæði syngjandi. Þó að við erum 7 systkinin og öll hafa frábærar raddir. En við 2 Páll Óskar og ég, við erum einu sem störfum við þetta
og svona það verið talað eins og við höfum svona útgeislun eða eitthvað, en þetta bara foreldrar okkar voru svona. Þetta er ekki hægt að læra náttúrulega. Þetta bara, maður hugsar ekki neitt svona. Þetta kallað náðargáfa, karisma. Já, eitthvað. Já. Það náttúrulega rosa mikill partur af framistöðu. Það náttúrulega mjög erfitt held ég að standa og koma fram og vera að koma einhverju áleiðis til áhorfenda ef að það vantar, af því að þá held ég að sért komið skil á milli áhorfenda og algjörlega. Já. Og ég man eftir henni til dæmis í mjög stífri veislu í New York fyrir það sem heitir American Scandinavian Foundation. Dittu, hún bara einhvern veginn tók þennan sal sem var svona stífur til hálsins og hún rúllaði fólkin upp, bæði með því að hún tók þarna aríu sem hún hefur gjarnan tekið eftir Leonard Bernstein, sem er mikið svona flugeldastykki, og fólk var alveg bara, ég man eftir að fólk vissi ekki hvað það átt að segja eða hvernig það átt að láta. Þarna kom einhver hérna lítil söngkona frá Íslandi og tók allir í nefið. Það segir nú meir en margt. Að lítil söngkona skuli taka alla í nefið kannski enn aðdánaverðara fyrir þær sakir að Diddú ekki með fulla heyrn. Það ekki beint fötlun sem að tengir við frábæra framistöðu á tónleikum. Hvað olli þessari fötlun og hver staðan hjá Diddú í dag? Staðan bara, ég heyri alveg nóg. Já, þetta, ég lenti í svolítið hremmingu. Ég var nú náttúrulega misti heyrn þegar ég var krakki, og þetta svona ættgengt svolítið. Já, var það bara út af einhverjum ættingum sjúkdóma? Já, þetta í móðurætt, svona heyrnarskerðing. Nema svo áttu náttúrulega að laga þetta þegar ég fór í söngnámi, byrjaði söngnámi í Lundunum og læknar hér heima sögðu og það væri svo fíni prófessor þar. En svo bara gerist það stundum, þú veist, að aðgerðir misheppnast og það gerði það hjá mér. Þannig að heyrnartaugin eyðilagst og ég er alveg heyrnarlaus á öðru eyra, en með svona 40% heyrn á hinu. Og það, þetta náttúrulega, ég fór í gegnum allt mitt söngnám, nánast heyrnarlaus. Þannig að ég fékk ekki heyrnartæki fyrir en ég var búin að syngja hér. Ég var að syngja Rigoletto hérna heima. Maður var ósynlegt heyrnartæki þegar ekki? Já. Maður sér það ekki? Nei. Og ég fékk heyrnartæki sent, ég var að syngja svo sönnu í Þrándheim í Noregi og það var ótrúleg upplifun. Ég sagði, hvernig var, ég skildi ekki hvernig ég hafði bara fungerað einhvern veginn. Mamma, ertu vakandi mamma mín? Mamma, ég vil koma til þín. Ó, mamma, gaman væri að vera stór. Þá vildi ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Elskuðu mamma mín, mér finnst gott að koma til þín. En mamma, áðan dreymdi mig draum þig, en datt þá fram úr og
Eiginmaður Dittuar Þorkell Jóelsson hornleikari. Hann meðlimur í Sinfóníuhljómsveit Íslands og þau Dittu koma stundum fram saman. Meðal annars með blásarasextett á árlegum jólatónleikum sem bera yfirskriftina Dittu og drengirnir. Ég sá hann niður í bæ. Þú sást hann niður í bæ? Fjallmyndarlega dreng. Já, í Austurstræti bara. Svo fór ég með spilvestrákun og þá voru Egill í tónlistarskólanum. Egill Ólafsson. Og við vorum búin að vera að æfa eitthvað svona og það hafði verið jólaball hjá tónlistarskólanum og ég bara fór með þeim. Þar sá ég hann. Hennar strax ég hafði séð út á götu. Og hvað, var það bara ástu fyrstu sín hjá báðum? Já, ég var mjög ágeng. Ég skal trúa því. og hann situr uppi með menn. Hvað varstu komin þá? Ég var 19. Það eru orðnar ófáar stórsöngvaraveisslurnar sem Dittu hefur tekið þátt í. Við sjáum eina slíka hér. Glæsilegi tónleikar tenorsins José Carreras í Laugardalshöllinni eru hins vegar svo veisla sem stendur hvað mest upp úr á ferli Dittuar. Ekki síst vegna þess hver það kom inn í opna skjöldu að vera boðið að syngja með stjörnunni. Ég var nú stödd út í Fraklandi að syngja þegar ég fekk símtalið. Og ég sagði bara já, þetta hvað. Og svo svona auðvitað þegar nær dró tónleikunum og þetta var raunverulegt, sko. Að og hann var að fá mínar óskir hvað ég vildi syngja og hvað við gætum gert saman, hvað hann ætlaði að gera og svo var þetta bróðursonurinn sem stjórnaði, alveg frábær drengur og Já, svo bara alveg að koma að þessu og ég að láta sauma kjólana og allt að þá gerist 11. september, viku fyrir tónleikana. Já, þetta var þá. Já, þetta var 17. september 2001. 11. september gerast ósköpun og ég sagði nú verður þetta slegið. En hann kom
útkvíldur og allt. Hann kom hingað beint úr sumarfríi og yndisleg manneskja og eins og Domingo, ég lendi nú að syngja aðeins með honum líka þegar hann söng Egilsfell. Það rétt, já. Já, og þú veist, þetta svo bara eins og þetta stóra fólk eins og Deborah Voigt og allir sem að maður hefur kynnt, þetta svo frábært fólk. Ég ætla ekki að nota þetta orð, stjörnustælar. Þeir sem eru með stjörnustæla, það eru þeir sem eru, þú veist, hafa ekki náð alveg eins langt á þetta fólk. En hann sagði nú í sjónvarpsviðtali með fyrir þessa tónleika að maður ætti aldrei að rífast í sópransöngunu. Hvað áttu að við? Nei, hann var mjög föðurleg við mig. Ég auðvitað, ég var svo eitthvað uppfull af lotningu gagnvart og getur ímyndað. Og mjög svona, það var skrítin tilfinning þegar að ég var leidd til hans, að hitta hann fyrst. Svo var svo sætt, við vorum bara jafn há og hann svo lítill. Þetta var náttúrulega magnað augnablik. Nú, þú ætlar að syngja Summertime. Já, ég ætla það náttúrulega lag sem að ég söng, þetta eiginlega fyrsta jazzlagi sem ég söng þegar ég var mjög ung. Þegar maður söng náttúrulega árshátíðum og í gagnfræðaskólanum. Og það var náttúrulega bara Summertime. Þetta nú vögguvísa? Þetta vögguvísa og það mikill hit í henni. Ég hef náttúrulega sungið hennar sem vögguvísu og þá bara í upprunalegu útfærslunni, en ég ætla nú að syngja hana með Matta Má frænda mínum.
Sú velgengni sem Diddú hefur notið á tónlistaferlinum töfrum líkust. Eru kannski galdrar í spilinu. Maður hefur heyrt söngvara og aðra sviðslistamenn sem verða alltaf að vera með einhvern ákveðin hlut á sér á mikilvægum augnablikum. Hluturinn, hver svo sem hann býr yfir töframætti í huga viðkomandi og að koma fram fyrir áheyrendur óhugsandi án hans. Ég hef alltaf verið svona með skartgrip en fyrir nokkurum árum þá áskotnaðist mér mjög merkilegur skartgripur. Þetta var söngkringur Maríu Markan. Hvað segir þú? Ertu með hann á þig núna? Nei. Og það hafði verið þannig að María gaf hennar hring, það átti að halda upp og hringurinn, kvenfélagi hringurinn var með svona uppboð fjáröflun og María hafði farið með hennar hring, hún var hægt að syngja og lagt hann þarna í þetta sem sitt framlag. Og það var ein hringkona sem var í kvenfélagi hringsins og hún bara keypti hringinn. Hann fannst þetta svo merkurgripur. Og þegar að sú kona lést að þá komu börnin hennar með og gáfu mér hringinn, sagði að hann væri best geymdur hjá mér. Þannig ég alltaf með hann núna. Svo séð þú með bænabandum úr liðin? Já, ég syng alltaf með það. Alltaf? Já. Líka? Nema, ég fer alltaf með það auðvitað, ég get ekki sungið hvað hlutverk sem með þetta. En ég alltaf með þessa hluti með mér og ef ég má ekki syngja með þá það eitthvað stað mjög nálægt. En ertu trúið? Já, ég það. Ég trúi á kærleikann. En ég til dæmis, náttúrulega mitt starf felst í því að ég syng mjög mikið í kirkjum. Og mér líður mjög vel í kirkjum, þó að ég fer ekki í messur reglulega. En kirkjur svona staður og ég man eins og þegar maður bjó á Ítalíu, mér leiði alltaf best þegar ég fór inn í kaþólsku kirkjurna þar. Ertu kaþólsk? Nei, við erum. Sumir hafa talað að þeir hafa orðið fyrir einhvers konar andlegri reynslu gegnum tónlist. Já, algjör, ég hef upplifað það mjög oft, já. Eins og hvað? Það eitthvað söngur hann læknandi. Það svona ákveðin heilun í gangi oft. Já, ég held þegar við komumst í virkilegan, stundum fer maður í eitthvað trans. Það svona, músíkina, ég hef fundið það, þá fæ ég svona, það ákveðin svona, ekki segð, það svona, eða hrollur, eða eitthvað svona, ég fæ gæsahúð eitthvað. Já, það tenging, bara góðsöguleg tenging, ég minn eins og Apollo, gríski guð, hafa guð, lækninga og tónlistar. Já, einmitt. Það þannig og fólk kemur oft til manns eftir og segir, það hafa orðið fyrir eitthvað. Já. En það mjög oft beðið söng eins og við útfærir hana. Þetta svona, þá maður að sefa og róa syrgjendur og þetta Það líka orðið galdur tengt sögninni að gala. Já. Þess að galdur var oft sungin. Já, einmitt. Það einhver tengslat á milli tónlistar og... Ég segi það, sumir söngvarar akkúrat, þeir hafa þannig áhrif á mann að þetta bara eitthvað galdur sem á sér stað. En sérðu liti þegar þú heyrir tónlist? Já. Þú gerir það? Ég skynja hana mjög í litum. Ég gerir það. Og það framkallar ákveði, eins og ég man til dæmis texta mjög mikið í litum. Þannig að... Þetta kallað synesthesia, minnum mig. Þetta kallað? Já, þetta þegar fleiri en eitt skinnfæri tengist svona, verður svona einhvers svona crossover. Já, ég upplifi músík mjög sterkt í litum. Dreymiði tónlist? Nei. Aldrei? Nei. Aldrei? Nei. Hvað segir þú? Mér dreymir litum, ég berðdreymin svolítið og mér dreymir atvik og liti og svona, alltaf í litum. En ekki músík. Hvernig ertu berðdreymin? Ég meina, hvað? Mér hefur oft dreymt mjög magnaða drauma sem hafa ræst. Mér dreymdu nú eins og áður en Jökull Jakobsson lést. Ég var búin að sjá það. Mér dreymdi hann mjög sérkennilega. Hvernig var það? Mér dreymdi að
Hann var svo ótrúlegur og langur og ég. Okay. Við þurfum annan þátt í það. Já, það sé þáttur. Já. Draumar Dittó. Mér dreymdi mitt eins og fyrir tvíburana sko. Og þetta eru 2 stelpur og maður vissi ekki þá sko, það var ekki hægt að sjá í sóna neitt svoleiðis. Já, oft svona, það ýmislegt sem mann hefur dreymt. Stopult í arnestinni þitt, vori kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Ef við horfum aðeins svona til framtíðar, hvar sérðu sjálfa þig eftir 10 ár? Ég hugsa að ég verði syngjandi. Já. Eins og ég sagði, sko, ég svo seinþroska, ég á fullt inn ennþá. Eitthvað svona sérstakt sem þú ert að stefna að eða sem þig langar til þess að gera áður en þú hættir að syngja? Það er náttúrulega ýmislegt, já. Mér langar að syngja meira óperu. Það er sko, ég tók þátt í óperuperlum hérna. Það voru svona ýmsir óperuþættir sem við settum saman, 4 söngvarar ásamt Stefán Baldursson óperustjóra. Og hérna, ég er svona sviðsrótta. Mér líður svo vel í leikhúsi og syngjandi á sviði. Stringere al cuore